Sléttum. Stóran Ameríkarur. Þegar stormar til heiðina trúar hátíðar. Það var að sveitum tónleikann. Hilmar Örn. Og streymi fyrir það. Öllum gerðum og starfum og aldrei. Það er það Ingibjörg. Ingibjörg. Hérna undir hamrinum. Hónaborg. Þarna uppi.
Error action. Reinforcement. Activation.
skal signa og við fáum sjá og varpa lauti í lög. Veiti að verður aldrei meini blandið gefið. Heill dagur, heilir dagstíð, heil nóttin ég. Óreiðum augum, lítið okkur sýnir og gefur því sem því síður. Heilir æsir, heilar ásynir, heil sem sjálfnýta form. Mál og mannveg gefur okkur mærum og læknishendur meðan lifir. Nótt þetta helgað sól og þynga og þyngi þynga og hinum helgur lögmálum náttúrunnar. Megi sumarið verða gefið öllu lífi. Heill. Lögrétta, áfallsvogamenn og aðrir gestir. Þið eru komin hér saman á þessum helga stað þar sem heimir menn hafa haldið sín í rúm 1100 ár til sumarblót og til setningar allsherjarþing. Ég vona að þið njótum ykkur samverðslega í kvöld og með þessum orðum vil ég segja allsherjarþing sett og við göngum við dagskrá. Nú mun ég eftir lögdómar áfallsvogafélagsins lesa lögfell. Fyrsta grein. Félagið heitir Áfallsvogafélagið, heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Félagsvæði þess er allt landið. Félaga verða sjálfkrafa allir þeir til láta skrá hjá áfallsvogar í þjóðskrá. Önnur grein. Ætti embættismaður trúarins Áfallsvogafélagsins og forstöðumaður þess nefnist allsherjargoði. Hann skal sóta samkvæmt sérstaklegum reglum svör allsherjargoða. Lögrétta skal skipa einn af goðum til að gegna embætti allsherjargoða í forstöðu hans. Þriðja grein. Aðrir trúarembættismenn félagsins nefnast goðar. Þeir eru útnefndir eftir tillögum frá allsherjargoða og lögréttu. Fjöldi goða fer eftir ákvörðun lögréttu hverju sinni. Heimilt er lögréttu að Leiði eiginlega strengi ávanna, máttur og formaður og forstæðra. Við virkjum þar líf þínum eilíf á ætti nýja. Standi þeir stöðlar og styðji í lífið og starfi hann ágæta dreng sem við nú til nokkur höfum valið hlutverk og allsherju heiðina feðra manna í dag. Við drekk föðurætt að þeir heimildrottningi skýður hægt í ljóma sínum. Við drekk vesturætt að sem hún hvílir hverja nótt undir nýjan dag. Við drekk norðrætt að sem hún svæfi lífið sitt í nýjur upprist vor hvert. Við drekk austurætt að sem lífsmóðurinn rís upp til lífsdags vekur okkur öll á grundi næturinnar. Mál að bylja þurrar skóli á Hugðar brunni að, sá ég á törðar, sá ég á hugðar, hlýtti ég á mannamál. Ána mjög fræðast og vera, vaks á vel hafast. Orð mér að orði, orðsleitaði, verk mér að verki, verksleitaði. Sá einn veit víða ratað og hefur fjöldum farið. Hverju geði stýrir gumna hver, þá vitandi vit. Eldur bestur með ýta svonum og sólar sín, heilindi situm að hafa náir, án við lagt að lifa.
hugað skilji þjóðans barn og víkjast vera, glaður og reiður skilji gumma hver, unsinn bíður banar. Innestæll þér getur lof og líktaði, óstælla við það maður eiga skal, annars hljóttum í. Nú skaltu kjósa, allt kostur boðið. Hvort vopnar hylur, sögn eða þögn. Hafðu þér sjálfur í hug, öll mein og metin. Ráðum þér lofnir, að þú ráðum nemur, mjöta munstu þú nemur, þér munu góð þú getur annars konur, þér aldrei eiga það. Ég kalla Hilmar Örn Hilmarsson. Nefnir ég það verkefni fyrir að auðvitað styrkum bæði að ég til þess tilbúin og taka við stöðu á stöðu í öllum skildum og hvernig að fylgja. Við erum fylgja úr til, bætta mann og annan og að máli, styrkja menningu og orða svo náttúrulega landsins. Alltaf lög og hefðir og síðu góða, við þarfum að vendir fólkmála, áhugavarða við móði vörð, halda fleiri uppfylgja, landvættir, álva, ísir, færð og uppfylgja. Við endur uppbrennir, jörg græn, nattfald, móður kallar og móður mjög fælir, aldrei enda kilda, geit skrýður, skildir blika, sólskín, lægleggur, finnum skrýður, þurravegs, valur blíður vorlegan dag, undir fyrirfell, undir báðavengi, undir herðir, heimur byggður, undir hýtur, vatn í færa falla, kallakortum. Hilmar Örn, ég líti þig nú ákveðna af réttum lögum. Sá gróandi og þú hefði sjá og fylgir voru þig vera með þér í staðið. Ég með líka. Ég er hérna þá að því að þau þegar hygg voru til. Hygg voru til. Og að við getum alltaf búið verið vitneskli og umhverfni og umhverfni að við erum flekkur í keðju
Menn týja sér svona, þakka. Það leiðin. Þakka. Björn. Skýri. Já, kunni ekki alltaf. Og næra sig vel. Kunni til að fara inn. Og góðinn að hverja hér. Men og þannig að hann kunni vel og kunni ekki. Ég láti þessu lokið hérna og útsendið við hann frá Valhalla. Takk fyrir. Ekki breguna. Taka tindana. Það var ekki þrókið það. Sjá hvernig gengur. Sjá hérna leiðir mann. Það er eitthvað með stuttaröðir. Svo horfum við hérna endalausa brekkan. Mikið eftir. Nú hækka við aðeins. Það sé hérna aðeins svona. Og lengri upp. Og hátt upp. Það er hérna stofnum. Svolítið erfið síðasta brekkan. Hérna er þetta.
Það er alltaf skriðrætt þessi hagl. Það er svo tætt. Þetta er fröstin að margir fólk sjóða. Þetta sitt rót hérna, rótlunar, það er aðal áform að skýta hérna á stíðin. Takku hérna, Dýrón, Söðursson, það er einhvern helvítið óróleiki. Það er þakkir. Það er búið að gista þetta einu nótt. Það er að draga sig út. Rapportaröðunni. Hún hefur greinilega látið svolítið á sig á síðan síðast. Það er ríf og mölur. Gengið svolítið á hana.
Þeim gamla tónfæramann núna. Það er fólk að við það. Í þetta úr. Já, ættkaminsóðin, þetta svona sportmann, svo þetta til það maður geta á því svona. Þetta er alveg nýja. Ég þekkti svo njóknum að. Þetta getur ég setanir hann, ásetanir. En hesturinn er njóknum. Já, anskotin, þetta er svo njóknum. Þetta er sæljó. Það er svo lánstökkur af framann og hún setur ekki eins og asni, sko. Hún er setið hleypingastöður. Það er hérna refurframleiðsla. Fjölda refurframleiðsla. Bjarni kom í fulla vinnu og mannhjöldin hér, stjórnirhóldin, fagmenn í fyrirrúmi og að taka fullt af myndum. Bara fyrir skorðin. Það er svona flótti vindur, sko, en ekki mikið. Það er menn, sko, og reyna að fara í ölið þessi menn, sko, það má aldrei líta að þessu, það er konur í öl. Löngu var nú ekki nótna hífa fyrir hér, held ég. Það var það niður hún. Og hendur mest. Þannig að... Það er frekar heitina fyrir vinna. Ég kryddaði kjötið að maturinn fór úr bónu. Ég hækka mér út af fyrir. Það veit ekki neitt hvað það hækka út af fyrir. Það er svo fólk að tala um svona rosalega háttið fyrir fólk sem í hjónarbók. Ég ekki svima þegar heyri ekki neitt en ég setja sig gleru. Það er ekki að vera klósið, sko. Það kemur í leik. Þeir eru ekki þarna. Nei, þeir eru allir búin. Það er allir góða. Það er ekki að... Það er góðið. Jæja, ekki bara... Þeir eru allir góðið. Nei. Hver fórið? Þetta er slirvendar. Þetta er slirvendar í berbaktor. Ég þurft að lyfta að vera með við. Það er ekki að finna þetta núna. Bara elda hana. Nei. Þetta er ekki berbaktor, mann. Þetta var líkið. Þetta er enn áður.
Svona bræðinu. Það er fiskurinn inn. Það er verið þig. Nei, þetta er þeirri. Emilega. Það er með vandamann. Þetta er Emilja. Svona. Já, enga þetta. Nei. Það borðast svona. Það er einhverjum þrjúfætti. Enni það norður fyrir. Já. Einn. Einn viðbót. Haukur, ég er að hlusta á þetta. Haukur, einn viðbót. Nei, menn. Þú væri að halda sig og svona. Veistu það, hérna, Sjóðum sjóða. það var mitt svikið vara, hérna, frá hana þig. Þegar það var drepinn, hérna, bóliðin, á 80 ljóðumann, þegar ég frétti þetta, það var þetta í 3 vikur síðar. Ég var svo útsjónasamur, ég kom þessu til bóliðin, það er grafið fyrir jörg. Í alveg? Já. Hver gráð? Farðu nú með ljóður. Gamli kommunista, þeir bregðast ekki vinnu sínu. Nei. Það var í bílagarma fyrir. Erla gróða fyrir mig. Já, hún var það. Fótudóttir hans, hún var það. Fótudóttir. Já, það. Hvernig er með ljóður? Manstu það? Við fórum í Svíþjóðar hérna við nokkrum árum og hittum Albert Korda, svona Fidel Korda sem var enga ljóðmyndari. Þetta er sko ekta 50 minúti sér, þetta er bara bólur sko. Hann er náttúrulega bólur. Það er lítið. Þetta er ekki bólur. Jæja, það byrjum við. Ásöku gestir. Mér hefur verið falið það verkefni af hálfu íslensku kvikmyndaakademíu að taka út ný frumsýnda kvikmynd og meta hvort hún kom til álita við afhendingu Edduverðlauna, Óskarsverðlauna eða Jóns eða Gunnuverðlauna eða annara verðlauna sem við boði eru. Einnig mun ég reyna að leggja mat á hvort hún sé líkleg til að þétta í fótspor annara íslenskra mynda sem hafa sópað að sér verðlaunum á kvikmyndahátíðum í Kuala-Lumpur, Kulusuk og Klaksvík, svo dæmi sér tekið. Það skal tekið fram að hér er ekki eiginlega kvikmyndagagnrýni að ræða. Hér er maður mun faglegri nálgun en þekkist á þeim vettvangi og þess má í því sambandi þetta að mín vinna við þetta verkefni er alfarið greitt af kvikmyndasjóði Íslands. Það sem öðru fremur vekur athygli þessa mynd er hvernig höfundur notar myndmáli á mjög áhrifaríkan hátt og nýtir til náttúrulandsins í blandi stórkostlegar tækningar. Með því að nota stórkostlegar láta það mótivera við ánæglegar mannverur, tekst leikstjórnum að ná þar einstökum hughrifum og skapa þína fullkomnu eymd með því að sýna fólk sem er umkomulaust í rauninni og veit ekkert hvað er að gera og því síður hvað er að fara því að hvaðan er að koma. Minna þessi stílbrið að sömuleyti á Arabíu og eða leitin að eldinum þannig að vissulega leikstjórnum ekki að finna upp hjólið. Þótt þess hefði kannski fyrst þegar láta sportviðröðu Páls var afturinn á helgunni, ekki eins og besta personar í myndinni reyndar. Og þar nær stórkostleg notkun leikstjórans á myndmálum reyndar hámarki og magnað að sjá táknfræðina í því atriði þegar vindurinn er úr dekkinu og leið og allur vindur úr litlu köllunum á stóru jeppunum og þess vegna ber að geta þess að þar rís leikurinn einna hvar hæst ekki hjá Páli í hlutverki rogna jeppamannsins sem allt í einu áttar því að það er ekki eins mikið undir honum og hann hélt að jeppanum það að segja sko. Þáttir að myndin sé einstakt og vanda sig til verka í flestum sviðum þá er hún ekki alltaf laus. Þess verður að meðal hans að geta að persónum sköpun er nokkuð ábótavant og margar persónum séu að dregna nokkuð skýrum drátt. Þá veikir þá óneitanlega heildarmyndina að ekki skuli vera
talist getur eðlilegur. Nema að hundurinn í atriðinu sem náttúrulega alltaf staðið. Að einhverju leyti má eflaust kenna hlutunum og einnig leikaravalinu en einnig allar fyrir ofleiki einstaklega ekki síst hjá Ágústu Fríðriksdóttur. Þegar stöku sinnum offari í túlkun sinna á dauðarblöfnum og spiltum pólitísku. Hins vegar á ekki kema því að hætta á að eitthvað þær útskeiðis þess vegna má ekki gleyma því að leikstjórinn sýnir óvenju dirfsku og tekur mikla áhættu þegar kemur að kynlífsefnum sem eru býsna einkennandi fyrir þessum niður það að hún kynnt samt alls ekki hægt að segja að kynlífsefnum sé óveikið í myndinni í óþæra nekt í nokkur aðeins nema þá helst þegar að Guðni lyftir peysunni þannig að skín í holdið þar sem það mjálk eins og snjórinn við stökku í samanbyrði. Það atriði finnst mér í aðra við að vera ósmekklegt og draga myndina niður að nokkuð leyti. Aðrar kynlífsefnasenur eru hins vegar nauðsynlegar því þær þjóna þeim tilgangi að lýsa því á raunsagan hátt hvernig jarðbundið og virðulegt fólk hreinlega missi sig þegar komið út í óbyggðurnar og frumþorfurnar að taka völdin svo gjörsamlega sem raunveruleikni með hróðalegum aðferðum. Það sem kannski gerir myndina ekki síst að því sem hún svo sannarlega er hversu vel tekst til að halda henni hinnum erótíska undirtóni hóflega í loftinu alla myndina út í gegn og hversu fjölbreyttin kynferðislega skilsköpun þetta er skoðað. Þá sama hvort er að vera bensíndælur, dýrakynlíf eða meðalhöndlun á myndavélavinsum. Það sem þó óvinnilega að minnst hvort borið saman við aðrar íslensku myndir gífurlega á munnu og það kannski hvað skýrast að gera engir amatörur á ferð heldur fagmennskar í kýrum sést það ekki síst stórleik Hauks í hlutverki Runólfs Geirfinnssonar eða Ron Jeremy það því sannarlega engin tilviljun að Haukur skuli vera tilnefndur til heiðursverðlauna OSCED samtakana fyrir sína frammistöðu en eins og allir vita stendur OSCED fyrir Oral Sex Every Day. Þá kemur það sérlega vel út að hljóðsetning myndarinnar skuli að mestu ef ekki öllu leyti verið í höndum þýskra klámyndaleikara og gera það stemningunni heilt mjög trúverðuga. Einnig má geta þess að matarsenur eru mjög áberandi í myndinni og þjóna svipum tilgangi og kynlífssenuna. Það að sýna fram á ákveðna villimennsku og taumleysi. Hins vegar verður að segja eins og að kynlífsennunar ekki eins óhefnaðar og mun geðslegri í raun en átsennunar. Þótt það sé greinilega verið að reyna að skapa ekki ósvipur hughrif og í myndinni fyllegi hjörtur og lifur 800 grömm. Hins vegar má kannski fremur sjá Indriði Hrafns Gunnlaugssonar ekki síst í lok myndarinnar þar sem Ágústa skorður henni lærpertu mjög brúnum. Auðvitað gefur það fljótt í ljós að þessi kvikmynd höfur og herðar mest annað sem gert hefur verið í kvikmyndagerð hér á landi en í sambandi að gera hvergi til sparað og kostnaðurinn að sjálfsögðu gífurlegur. Hann kemur að sjálfsögðu margt til, fjöldi
á hættu leikara meðal annars og umfangsmikið stúdíuvinnu. Meðal annars má nefna atriði þar sem lítur út fyrir að leikarinn myndarinnar aki yfir beljandi jökul á jepplingum sínum. Það eru sjálfsögðu og þær myndir teknar í dagkarði. Þá það einnig mjög að binda einhver dverg á úti þessari bílnu og láta hans skvett og blötu á framrúnum. Það atriði askilinni. Þess má eins og geta þetta í kostnaður við leikmyndir og tæki sér út búin jeppabyrði. Ragnars T.H. En mikið var lagt í að gera það svona trúverðuga með viðeigandi tækjum og tónum. Ég hef ekki náttúrulega hvað viðeigandi varða en talið þar séum að tefla svipaðir upphæðir og fóru í sambærilegar bílatriði í nýjustu James Bond myndinni eða allavega sem nefur andyrði 15-20 ljósmynda og stafni Ragnars sem miðaði smásölverð. Hvað var það líka hætti kvikmyndagerðin þá má geta þess að dansatriði mjög vel og gefa myndir afar listrænt yfirbragð. Sömu er ekki að segja varðandi tónlistaratriði. Þau eru afar klísukend og jaðarvið væmni á stundum sem á ekki heima í mynd sem ekki grófar í kattinu í þessu tilfelli. Sérstaklega á þetta við atriði þegar það sem Haukur er látinn á útráðsvið og brestur í söng. Spurningin hefði verið hvort Chris Kristofferson eða Artur Hjarnar náð meiri út úr þetta. Hvað var það fransku viðtækjuleikara þá? Paul van Diesel, hann fór á kostum í æsilegum artursatriðum og hlautum. Þetta er hans stærsta hlutverk í þessari, en hins vegar getur þess að hann kom á sínum tíma sterklega til greina í myndinni Unbreakable og var lokum hafnaður en það ekki manna að ræða þegar maður þá að skýra myndina Very Breakable. Það er að þarna er ferðinu leikari sem á vöndina fyrir sér og sérstaklega að kýsa að feta hans mál. Hins vegar á þetta er búið því að það kýrkja hann að fara sjálfstæðar kvikmyndagerð og þeirra áherslu á myndbrot og önnur brot og einnig hefur líka á að fara út í gerð leikina græðkenninguna. Fast á hæla frá kemur Ragnar T.H. sem þetta kostum í hlutverki fát að ljósmyndara sem lækist staða á illa búnum bíl með sundstækju og tón og lætur það ekki aftur sig. Þá leið nefna frábæra framstöðu á bíl í litlu hlutverki sem tvífóttur. Skafinn gegna svolítið setjum ekki myndinni og þetta er ekkert að fjalla fánina sem eina mynd. Þeirra persónur er ekki eins túlkaður til þeirra mikið ofleik, heldur ekki síður með fræðarfinu. Þarna er látið tákna ákveðna sveitamörk og þetta þarf á ferðinni nokkuð skoðað ákast. Þegar landsbyggðar liðið holdi klætt á þetta er síðan lögð áhersla með klæðaburði og úreltum bjórntegundum sem það ekki þessi. Þá er Rut einnig samverðandi sem samviskulaus mafjósi komið að kaldri skipulegur hafðisverður ruttalega ljósmynda sem opnaði öllu lífríki hafðisins og leggja skilífi íslensku sveikjumverðinu í bráða hættu. Nína sýnir einnig hlutverki verndara íslensku ljósmynda en valið í þetta hlutverki hennar og Bryggnisbréf sem það betur með gítar og lóðvísur. Þá var Helgi að liður umrenningur þar sem hann flakkar á myndi gíta á hann að vita hvað hann myndi enda en hann ekkert til að reyða sig á nema mataflakkar frá móður sinni.
Ísraeli að tólka á samverðandi hátt og hvernig myndi hann á ríki. Síðan verður að geta framstöður séu gest í hlutverkins ódegraður sem flækist á sjúkraförum næringu hefur stöðu styrki heilbrigðisstarfsmanna og degraður til sín sjúkrafönd af fjárveitur heilbrigðismála langarþjóðlögum. Niðurstaðan verður málum svo að þarna er að ferði stórstandi listaverk sem ársið ekki marga listaverk. Allir þættir myndarinnar eru faglegir vinnir, sagan heilstað sem getur þess að helst það út fyrir mörg raunfæðist á boðskapur síðan fyrir augljóst. Það er að segja fullir ljósmyndir eru meiri óknumir hálindir landsins en álver og virkjað. Leiðingen alla
eru bara svona náðan þessi síðastróðir í mörgum. Það þekkt ykkur, ég var alveg að vera vantur í síðastróðir, ég var alveg að vera.